Já, við ætlum að sækja okkur forritið GeoGebru, það er að segja GeoGebru rúmfræði eða GeoGebru Geometry. Og ég ætla að fara í App Store hjá mér í iPhone-inum og í að leita. Þetta er svipað gert í Android, en ég stimpla inn GeoGebru, þá fæ ég nokkur forrit hérna. Og forritið sem ég vil sækja er GeoGebra Geometry. Og við skulum sækja það, í þessu tilfelli er ég að fara að opna það. Og hér er það opið. Og ég ætla að byrja á því að kveikja á útlínum. Það er að segja sína ásana og sína grind. Á eftir, þegar ég er búinn að gera myndina, þá fer ég hérna í 3 punktana og flyt út mynd. Flyt hann út og get þá sent hana til dæmis í tölvupósti til hilmars@wafma.is í þessu tilfelli. Þegar þú byrjar að vinna í þessu forriti, þá skaltu byrja á því að fara hérna neðst á skjáinn og velja meira. Þá farið fleiri tákn og þetta er samt ekki öll táknin en þá skulum velja meira aftur, þá eru komið með öll táknin. Efst er hérna grunnverkfærin, svo koma ef við þurfum að breyta einhverju, svo ef við þurfum að smíða eitthvað, horn og mælingar, þarna þurfum við að setja inn punkta, og þetta eru línur og hringir og svo framvegis. Marketningar, innfyllt sýn, ummyndanir, annað og svo framvegis. Ef glugginn er stór þá get ég farið í að minnka. Nú ætlum ég að gera fara til fyrstu fyrirmælunum. Ég á búið til línustrik AB. Fer ég hérna í línur og vel línustrik milli 2 punkta. Smelli hérna fyrir punktin A, gera annað eins fyrir punktin B. Hann biður mig síðan í atriði númer 2 að gera hring miðju A í gegnum B og þá ég nota tákn sem heitir hringur skilgreindur. Vel það og fer síðan og smelli á A og síðan B. Þá er sá hringur kominn. Í atriði númer 3 gerir hring utan miðju B í gegnum A. Og þá gerum við nákvæmlega eins, veljum hringur skilgreindur, smellum á B og svo aftur á A. Þá er sá hringur kominn. Í atriði númer 4 þá biður við að finna skurðpunkta hringjana og merktu annan þeirra C. Og þá vill hann að ég noti þetta tákn sem er, skulum sjá, hvað er það? Jú, skurðpunktur 2 hluta. Vel það og hann vill að ég skelli mér á skurðpunktana hér. Þá er hann C mætt. Búið til þríhyrninginn ABC rangsælis. Það er að segja ég þarf að byrja í C, þaðan fara í B og þaðan í A. Þannig að hann biður mig að nota þá tákn fyrir þríhyrning. Hérna eru marketningarnir og hér velja fyrsta valmöguleikann marketningur og hann biður mig að velja C fyrst, svo B, svo A og svo C. Þá er ég búinn að velja þennan þríhyrning rangsælis, hann segir öfur í röð. Hann biður mig að fela hringana í atriði númer 6 og fela er, sjá, hérna í að breyta, þar býður hann upp á að sýna og fela hluti, það er 3 atriði hérna, sýna og fela hluti, þannig að ég smelli núna á hringina, annar hringinn og hinn hringinn, þá er það orðnir daufir og þá sjást þeir eru ekki partur af myndinni. Nú, hann vill að við sýnum innri horn í atriði númer 7, það er að segja sýni innri horn þríhyrningsins. Hann ábending hafi marketningin
hafi marghyrningurinn verið búinn til réttsælis, þá koma ytri hornin. En við gerðum hann rangsælis, þá koma hornin rétt. Þannig að við veljum þá táknmyndina fyrir þríhyrningin. Það er að segja þessi hornfyrirgjöfum. Hér er horn og mælingar, veljum horn og smellum á C, B, A. Þarna kom B-hornið, veljum B, A, C, þá kom A-hornið, veljum síðan A, C, B og þá er C-hornið komið. Hann vil núna við vistum myndina og í næsta atriði beiti dragprófi til þess að kanna hvort rétt hafi verið staðið að verkinu. Það er að segja, hann vill að við vörum hérna upp í að færa og hann vill að við athugum þegar við hreyfum þríhyrninginn hvort að hornin hangi ekki saman. Það er að segja þessi ennþá 60 gráður. Og það skiptir ekki máli hvaða punkt ég vel, hornið er alltaf 60 gráður.